Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við ætlum aðeins að staldra við í heilbrigðiskerfinu, þannig vilt til að Pálmi Már Jónsson, öldrunarlæknir, hann var með erindi daginn, þar sem að, já, eins og ég skildi að hann vildi að við kannski horfum á heilbrigðiskerfi svolítið öðruvísi en við höfum gert, líklega út af öldrun þjóðarinnar eða hvað það sem að þú vilt, Pálmi? Jú, það er mikið rétt. Þetta hangir saman við það að við eru svo heppin að fá að lifa lengur. Já. Og heilbrigðisþjónustan ekki alveg búin að átta sig á því fyllilega hvernig á að höndla það stig, sko. Þannig að það sem ég myndi kannski vilja segja upp af því, það er mjög margt, mjög vel gert í heilbrigðisþjónustan. Ég vil nú halda því til haga. Ég er ekki í einhverju allsherjar kritík á starfsemina og ég dáist að því oft hvað gerði góðir hlutir. Já, við treystum því að hlustendur okkar viti það að þótt að eitthvað sé gagnrýnt þá er ekki þar með verið að segja allt sé ómögulegt. Nei, einmitt, akkurat það, sko. Og en það er kerfi sjálft sem að það er ekki samhljómur í því, samtengingin er ekki góð og það skapar alls konar viðfangsefni. En ef við tökum aðeins skref tilbaka, þá er líka vert að minnast þess, sko, hvað við erum ótrúlega heppin að fá að lifa þessa tíma. Frá 1840, þegar ævilíkur voru svona 40 til 45 ár. Við varum báðir dauðir eða... Já, við værum ekki hér að tala saman, sko. En þá hafa ævilíkur vaxið 1 ár á hverjum 4 árum. Svona nokkurn veginn fram á þennan dag. Þannig að núna eru ævilíkur á Íslandi yfir 80 ár. 80,9 ár fyrir karla og 83,8 ár fyrir konur árið 2022 sem er ótrúlegt í raun og veru ef maður hugsar aftur. Þetta er ekki nema 5 kynslóðir eða svo og tvöfalda ævin okkar. Já, það er búið að gera það og það sem er áhugavert að okkar ævilíkur sem sagt við fæðingu þær teljast vera 7. bestu í heimi en karlar hafa bestu ævilíkur í heimi eða nálægt í og munurinn á milli karla og kvenna er minnstur í heiminum á Íslandi. Það er ekki fullkomið jafnrétti, konurnar lifa lengur en munurinn þarna á milli er minnstur í heimi. Það er áhugavert svona frá öldrunarfræðilegum sjónarmiðum. Þannig það er einhverja þjóðir þar sem að konurnar lifa lengur. Já, í flestum þjóðum, hjá flestum þjóðum. Nei, svo lengur en okkar konur. Já, það eru fáir karlar sem lifa lengur en við. Það er þannig sem það er, akkurat. Og en ef við hugsa síðan... eitt í þessu, ég var að tala að horfa á öðruvísu heilbrigðiskerfið, að þegar ég heyrði þetta og las aðeins það sem þú varst að segja, að ég var ekki á staðnum, að þá hugsaði ég, já, auðvitað, að það sem að gerist er að það fjölgar þeim sem aldraðir og við þekkjum það líka að þá þarftu meira á heilbrigðisþjónustuna að halda. Þannig að það fjölgar í þessum hópi og það er hópurinn sem að þarf helst á þjónustuna að halda. Já. Og auðvitað er það þannig, eins og Pálmi er líklega að segja, að heilbrigðiskerfið þarf að snúa sér að þessum kunnahóp sem er líklega með kannski bara helminginn af áritinu, en heilbrigðiskerfið snýr sér ennþá þannig eins og að þjónustar öll aldurspil jaft. Já. Er það þannig sem að... Þetta er mjög næri lagi hjá þér. Já. Það sem ég finnst líka áhugavert áður ég kem mér raunverulega efninu, það er að hugsa aðeins þróun heilbrigðisþjónustunnar. Því þetta er líka undravert, í raun og veru. Fyrsti læknirinn á Íslandi, hann fær embætti 1760, það er Bjarni Pálsson sem var landlæknir. Þá eini læknirinn á landinu, þá var sennilega verið svona 20-30.000 manns á landinu, meðalævilíkur 25-30 ár við fæðingu og hann hefur ekki haft mörg bjargráð og hann þurfti að vinna sig út úr þeirri stöðu eða reyna að finna eitthvað flöt á því og þá eru til landsfjórðungslæknar og síðan héraðslæknar og þetta voru svona fyrstu 100 árin og það sem þeir gerðu, þeir fóru að þjálfa ljósmæður
Þannig var það fyrstu 100 árin eða svo, 1870 upp úr því, þá verður læknaskólinn, hann stoppsettur og síðan það aldamótin 1900, þá fyrir að fá sjúkrahúsin, fyrst Landakot 1902, Landspítalinn kringum 1930 og svo Borgarspítalinn 1967 og þá koma hjúkrunarfræðingar sterkir inn og það svo ekki fyrir 1970 þegar að ævilíkurnar eru kannski það byrjir 72 ár í staðin fyrir 82 ár. Þá kemur fyrsta heildstæða löggjöfin heilbrigðisþjónustu. Þá ákveðið að byggja á heilsugæslunni og útfæra hana á landsvísu og þá fáum við aldeilis frábæra ungbarnavernd og mæðravernd og þetta er hérna þá þjónustuformi sem við höfum í raunveru í dag en áfram halda ævilíkurnar að vaxa og það sem að ég þá að vekja athygli á að eldra fólk þetta er ekki bara fjöldin, heldur í eðli sínu eldra fólk í grundvallar atriðum ólíkt miðaldra fólki. En kerfið okkar ennþá að hugsa þannig að við erum eitt sjúkdóm og við vitum alveg hvað veldur honum og hver einkennin og hvernig við meðhöndlum hann, en landslagið orðið öðruvísi og hvernig þá? Jú, það orðið þannig að eldra fólkið, það með aldurstengda breytingar í öllum líkamannum. Þannig að til dæmis rýrna vöðvarnir heilmikið, beinin þynnast, æðakerfi, það verður stífara og þetta, af því ég var nú prófessor við læknadeildina og kenna læknanum, þá var ég að segja það, þetta ígildi sjúkdóma. Þetta kemur ekki fram á sjúkdómsgreiningalistum neinstaðar og hvaða afleiðingu hefur það til dæmis að æðakerfi stífnar, jú þá hækkar blóðþrýstingurinn og þegar ég var ungur læknanemi þá var mér kennt ekki snert þetta, það bara veldur vandræðum, þetta náttúruleg saga og svona þetta bara. En þegar ég að ljúka sérnámi þá kemur á daginn í rannsóknum að þetta sterkasti áhættuþátturinn fyrir hjartaáföllum og heilaáföllum og það sem meiri að með því að meðhöndla þennan þrýstinguna á honum niður þá getum við bætt horfurnar 70% varðandi þessi áföll sem ég var að nefna. Þannig að það eru aldurstengda breytingar. Síðan fjölgar sjúkdómum eftir 65 ára aldurinn í þýðinu, í landsþýðinu, ef svo má segja, og það verður tvöföldun í algengi sjúkdóma, langvinnar sjúkdóma á hverjum 5 árum eftir 65 ára aldur. Þannig að til dæmis, ef við myndum líta á mjaðmabrot og ef algengið væri 2% við 65 ára aldur, þá væri það komið upp í 32% við 85 ára aldur á 15 árum. Það er svona margfeldis áhrif, tvöföldunar hverjum 5 árum. Þetta náttúrulega gríðarlega mikið og þetta virðist vera náttúrulögmál. Það sama hvort það brot á mjöðum eða vitræn skerðing eða heldni vandamál. Þetta er svona viðfangsefni sem að hrjá fólk og þetta vex svona stiga stigi. Og þar í felst líka tækifæri ef við getum unnið með þessi viðfangsefni og með forvörnum með einum öðrum hætti þá getum við og ef við getum minkað þetta 1-2-földun þannig að segjum að væri 1% algengi á mjaðmabrotum við 65 ára aldur þá væri það bara þá er það fyrirgefið þá er það er ekki alveg með töluna á takteinum en í staðis að vera 3. hver kona þá verður það 7. hver kona við 85 ára aldurinn. Það er mikils áunnið. Það væri mikil ávinningur af þessu, bara forvörðum. Þannig að í þessu öllu saman eru tækifæri að maður hefur skilning á því hvað er að gera. Þú ert að segja að ef við settum á ungbarna eftirlit 1970 þá ættum við að sitja á öldrunar eftirlit núna. Algjörlega. Og búa til eiginlega svona öldrunarlækningar sem að ná út í samfélagið. Já, og það verða, allir læknar allir aðri læknar en barnalæknar og læknar í mæðravernd þurfa að vera
öldrunarlæknar að hluta til vegna þess að það ekki til nægilega margir sérfræðingar í öldrunarlækningum fyrir allt eldra fólk. Heldur þurfa, þetta er hið daglega brauð í læknisfræðinni. Heilsugæslan snúi sér að öldruðum. Já, á þeim forsendum sem aldraðir gefa sér til kynna. Oft það þannig í alls konar að 20% af fjöldanum með 80% af þörfinni, eitthvað sliðs, og við erum með eitthvað slíkt og við segjum að það sé svona til allra einföldunar. Að þá kannski ef við förum bara 50 ára aftur í tíman að þá þessi 20% af fjöldanum var ekki nema kannski bara 7% af fjöldanum. Og þar er maður getur séð að hvað hefur mikil áhrif á þörf óskir til heilbrigðiskerfisins þjónustu. Og svo að segja að heilbrigðiskerfið hafi ekki brugðist við þessu. Að við höfum ekki aðlagað að kannski bara megin þorra þeirra sem að koma til okkar og þurfa þjónustu sem eru aldraðir. Já, ekki ennþá. Við erum ennþá dálítið föst í þessu gamla módeli. Ég hef náttúrulega reynslað þessu því að báði foreldrar mínir náttúrulega urðu gamlir og þurftu þjónustu að halda. Ég var með pappa og stundumömmu inni á bráðadeildinni og þegar COVID kom, þegar göngudeild COVID var til og allt í einu sneri heilbrigðisþjónusta sér að fólki sem að þjónusta heima, stundum að róa fólk bara, já þú ert með þetta og þetta kemur eitthvað svona, þá hugsaði þeir hljóta að fatta að breyta þessu yfir í þjónustu fyrir aldraða. Því þetta akkurat þjónusta sem að mamma hefði helst þurft. Ég skil þig. Sem að væri eitthvað myndi ringja bara daglega, spyrja hvernig hún hefði það og reyna að grípa inn í sem að væri eitthvað. En það gerist ekki, þessu var bara lokað. Já, nákvæmlega. Til þess að halda áfram aðeins með þessa sögu, Það fyrir ekki að ég trufla þess að leikmanna bæningum. Bara fínt, þetta samtal, skilur við. En bara til þess að koma þessu svona skilmerkilega til skila, þá það semst aldursteindabreytingar í öllum líffærakerfum, fjölmargir sjúkdómar sem að margfaldast með aldri, af sjúkdómum leiðir ofta að fólk fær lyf og þeim fleiri sem sjúkdómarnir eru, þeim fleiri eru lyfin og þar segi ég aftur læknanemanum að fjöllyfjameðferð eiginlega ígildi sjúkdóms vegna þess að það ekkert lyf sem getur ekki haft einhverja aukaverkun og segjum 85 ára manneskja, 10% af 85 ára manneskjum eru með 6 eða fleiri sjúkdóma og þá örugglega fleiri en 6 lyf og allt upp í 20 lyf og ef að hvert og eitt lyf getur gefið aukaverkun þá gerist það. Og getur orðið á svona víxlverkun á milli og kannski enginn sem getur svaraði alveg hvernig þessi 20 lyf fara saman? Það getur alveg verið og það getur verið að aukaverkanir vill á sér heimildir. Fólk haldi þetta séu sjúkdómar og fari jafnvel að meðhandla aukaverkanir með öðrum lyfjum. Þá myndar svona vítarhingur eða spírall niður á við. Og þetta alveg raunverulegt vegna þess að við gerðum könnun á því fyrir nokkuð mörgum árum reyndar en ég held að hún sé alveg gildi í dag. Við litum alla sem voru 75 ára og eldri og lögðust inn á lyflækningadeild á Borgarspítalanum eins og hann hét þá og það voru tæp 10% af innlögnunum voru út af aukaverkun lyfja. Þetta þýðir það að með einhverjum hætti erum við ekki alveg, sumu verður ekki komist hjá. Jafnvel þegar besta fólk á við og fagfólk og annað og við lendum í því að fólk fær aukaverkanir. En stundum það bara þannig að það ekki verið að fylgja svo nægilega vel eftir sem viðfangsefni að horfa á lyfin og það til dæmis núna mikið átak í því og það var eiginlega þetta málþing á læknadögum sem þú ert að vísa til. Það fjallaði dálítið lyfjarýni. Hvernig getum við undið ofan þessu? Ég var með innganginn sjúkdómana og mitt sjónarmið hvernig getum við fyrirbyggt að þetta byggist upp með þessum hætti og hvernig getum við hagað meðferðinni á besta hugsanlegan veg. En það sem ég ætla þá að segja áfram með þessa sögu, aldursteindabreytingar mörg sjúkdómar, mörg lyf, afleiðingin af þessu verður síðan færnitap. Það getur verið vitrænt, það getur slegið úti fyrir fólki, það getur verið líkamlegt, þannig að fólk er erfiðara með athafnir daglegs lífs og þá kemur inn þessi fötlun sem er afleiðing af þessari heildarmynd og það kallar þá gjarnan á þjónustu, fjölþætta þjónustu og heildræna sýn á það hvað að gerast. Þannig að þess vegna er þetta eiginlega alveg orðið fólkið er gjörólíkt miðaldra og það er þessi nálgun sem við þurfum á verkefnin. En og þannig að fjölveikindin verða regla og þá getur við séð eiginlega tvö form af því. Það er einn aðalsjúkdómur kannski sem stendur upp úr af því hann er svo
kröfuharður, það getur verið krabbamein og svo þá meðvirk viðfangsefni tengt krabbameinun annars vegar og hins vegar öðrum sjúkdómum. Eða segjum að það sé búið að ráða við krabbameini að því marki að það ekki lífsógnandi, heldur fólk lifir með krabbameinun eins og gerist oftar í dag, að þá getum við talað fjölveikindi þar sem engin eitt sjúkdómi stendur upp úr, heldur eru margir sjúkdómar. Og en ef einhver fær krabbamein 85 ára, þá fer það kannski svolítið eftir því hvernig landslagið að öðru leyti heilsufarslega hjá þessum einstaklingi hvaða meðferð hann getur fengið eða hvort hann getur fengið meðferð yfir höfuð. En punkturinn minn með þessari upptalningu þessi að það er heilsubrestur sem að knýra áfram öldrunarþjónustuna og það sem ég segi ef það væri ekki þessi heilsubrestur og þessu tagi sem ég að lýsa, þá þyrftum við engu öldrunarþjónustu. Hvernig ætlar að fyrirbyggja heilsubrestin? Það er hægt að gera mjög sem hætti. Þú getur senka á hann, þú getur kannski ekki fyrirbyggja hann. Við getum ekki losnað allt, en við getum losnað við svönd. Hvað á bakvið langvinna sjúkdóma? Það er oftast lífstílinn. Ég segi stundum, þegar við fæðumst þá eru lík hvert öðru. Þegar við erum komin á háan aldur þá eru eins ólík eins og við getum orðið. Og hverju munar það? Jú, við erum í nokkuð góðri ábyrgð af hendi skaparans til 50 eða svo. Nægilega lengi til þess að eignast börnin okkar og koma þeim á legg og eftir það eru eigin ábyrgð. Þá byrja líkaminn að svíkja okkur að það sem áður bara lagaðist, hættir að lagast. Já, það sem við gátum, líkaminn er ansi sterkur til framanna. En ef við temjum okkur óhagstæðan lífstíl, það getur verið alls konar, það getur verið reykingar, það getur verið áfengi, það getur verið að mann sé veikur fyrir mat og kyrrseta líka, alls konar. Þarna berum við ábyrgð. Við berum ábyrgð okkar heilsu mjög mikið eftir þennan aldur. Við berum líka ábyrgð á því að sem leit okkur aðstofar þegar að við finnum einhver einkenni og þá náttúrulega bera þjónustuaðilarnir ábyrgð á því að kunna sitt fag og hjálpa okkur á sem bestan veg. En það er sem sagt lífstílinn sem dríf ekki að öllu leyti en að meira leyti heldur en erðirnar eftir 50 og í seinni hálfleika sem að segja. Og þess vegna ráðum við býsna miklu um það hvernig við eldumst og hversu lengi við lifum líka. Hreyfing er eina yngingameðli sem er þekkt í raun og veru. En síðan náttúrulega getur lífið einhver leiti svikið okkur þannig að við veikjumst og eigum þarna erfiðara með að hreyfa okkur og það keyrir okkur niður í einhverja geðlægð og við freistust til þess að ofnota lyf eða borða of mikið eða þannig að þetta er flókið að vera maður. Það er mjög flókið. Ég er ekki til að segja þessi einfalt. Alls ekki. Það er ekki þannig að eins og allir byrja sök á sínu sjúkdómum að því að ekki lifa réttu lífi. Nei, en við getum sagt að með hliðsjón af þessu sjónarmiði þá berum við heilmikla ábyrgð á því að reyna að leggja okkar til ef við getum það ekki einhverju hluta vegna. Það getur verið að við séum ekki með fullan þroska eða orðið fyrir þannig áföllum að við berum ekki okkar bar. Það er hægt að skilja það mjög vel. Erum að bíða eftir mjaðmaskiptum í 3 ár og eigum erfiðleikum að hreyfa okkur? Já, þar kemur þá kerfið inn sem að þetta ætti ekki að þurfa að vera svona. Ég man að mamma beið einu svona eftir kviðslitsaðgerð í rúmt ár. Já. Sem að maður myndir halda að væri bara, ég spurði hana hvort ég ætti ekki að redda þessu bara með járnaraftré. Mér finnst þetta hljómaði svo einföld aðgerð að það var óþarfi að láta hana vera að koðna niður vegna þess að hún átti meiri erfiðleikum með að hreyfa sig út af sem að fannst vera lítilvægt. Aðgerðin er reyndar ekki alveg einföld, ég veit það, en hún er flóknari en hún lítur út fyrir að vera. En þetta er alveg hárrétt. Þarna þarf þá heilbrigðisþjónustan hún þarf að bregðast við og þá komum við kannski að því að þessum langvinnu sjúkdómum sem að stýra mest á efri árunum ef við haldum okkur við það. Við getum talað um hjartabilum, við getum talað um öndunarbilum, við getum talað um nýrnasjúkdóm og þessi langvinnu sjúkdómar eru svona í nokkrum stigum. Það er oft, ekki alltaf, en það er oft talað um svona 4 stig. Fyrsta stig er greiningastigið, þegar þú færð sjúkdóminn, svo koma svona hveitibrauðsdagar og lífið er ágætt þrátt fyrir allt á viðeigandi meðferð, jafnvel bara með þjónustu eins læknis til dæmis. Svo þegar á 3. stigi þá fer fólk að veikjast meira, það fara að koma svona tímabundnar versnanir, þá þyrftum við náttúrulega helst að hafa öfluga teymisvinnu, þá kannski er ekki nógu gott að hafa bara einn lækni og svo í 4. stigi þá er það lífsógnandi og viðvarandi einkenni og andlát getur leitt að þessu sjúkdómum.
andlát leiðir ekki af öllum langvinni sjúkdómum, ég meina sjónskerðing eða heyrnartap hefur áhrif vissulega á lífsgæði og allt en kannski dregur okkur ekki til dauða en það þarna sem þá flækjustigið kemur inn og þarna þurfum við eiginlega sko á sama tíma og þetta hefur gerst. Þess vegna segir fjórðasti heilbrigðisþjónustunnar bara núna. Það er þessi fjöldi af langvinni sjúkdómum hjá fólki sem öðruvísi en áður var og svo líka mikil tækniþróun. Bæði svona hvað tæki varðar en líka varðandi lyf og þó að lyf séu tvíeggja þá þau ofta að gera mjög gott gagn, ekki spurning en það þarf að stilla þau af og stýra og nota tækin rétt og hvað gerir þetta? Jú, þetta kallar á mikið meiri athygli. Það þýðir að læknarnir verða af skortum skammti. Ef þú ferð á dýftina með eitthvað eitt, í staðis að vera lúnasérfræðingur þá ertu kannski bara að hugsa um astma og svo allir hinir lúnasjúkdómar eða þá einhver annar sjúkdómur. Þannig að og í krabbameinunum þá þarf fólk að fara að sérhafa sig í lúnakrabbameini, brjóstakrabbameini eða öðru krabbameini. Þannig að þetta toga læknana í ýmsar áttir og læknahópurinn takmarkaður. Þess vegna þarf þá líka að huga því ég meina þetta ekki einsmannsverk þegar fólk fjölveikt eða fatlað og annað. Þetta teymisvinna. Þá þarf að skipuleggja teymisvinnuna og þá má kannski búa til verkferla sem leyfa öðrum heilbrigðisstéttum að gera svo mikið. Þetta útfært á vandaðan hátt og við lækna með í myndinni en það aðrir sem að taka þátt í því að láta hlutina ganga upp. Þetta ákveðnu leyti ógert, ekkert allstaðar. Það alveg góð dæmi frábæra vinnu eins og í göngudeild sykursjúkra og einhverjum heilsugæslum þeir búið upp á viðtal við hjúkrunarfræðing sem býstist að gefa út hreyfiseðil fyrir þig já, sem mjög gott ég bara taka dæmi algjörlega maður heyrt af já, og þetta byrjað en þetta ekki orðið nógu klárt og það sem þá kem ég að þessum með skipulagsmálin í sambandi við læknisþjónustuna að það kannski sagt að allir að vera hjá heimilislækni og það mjög mikilvægt fyrir alla, sérstaklega eftir því sem verður eldri að hafa heimilislækni. En hvað á heimilislækni nákvæmlega að gera? Hvað getur sérfræðingur sem starfar utan sjúkrahús gert og hvað getur sjúkrahúsi gert á göngudeildi eða svona? Og þarna held ég að við þurfum í raun og veru að taka hverja einustu sérgrein læknisfræðinar og það þarf að semja það. Hver annars greining á hjartasjúkdómi og þegar greiningin komin, hver gerir eftirfylgdina? Getur hann þá farið tilbaka í heilsugæsluna ef það sérfræðingur á stofu í bæinn sem kallað eða sérfræðingur á göngudeild spítalans sem gerir þetta? Hvenær verða þessi skipti? Þannig að það þarf að tryggja það að hver einstaklingur sé á réttum stað á réttum tíma fyrir rétta þjónustu og þarna getur þetta þurfum við að skoða og ég held að það þurfi líka að semja þetta. Þess vegna tel ég til dæmis semja, hvernig áttu við? Ég held að til dæmis heilbrigðisráðuneytið og sjúkratryggingar gætu farið í greiningavinnu á hverju og ef ég tala sjúkdóma þyrpingar í hverju einustu sérgrein í samtöku hjartasjúkdóma, lúnasjúkdóma, nýrnasjúkdóma, bæklunarlækningar og svo framvegis og það kæmi þá fulltrúi frá sjúkrahúsinu, frá starfandi læknum sérfræðingum utan stofnunar og svo frá heilsugæslunni og þetta væri hreinlega svolítið kortlagt eins og hægt Það náttúrulega aldrei hægt að skipuleggja allt í þaula en það hægt að gera betur nýr í dag og ef þetta gert fyrir hverja einustu sérgrein þá getum við líka fengið frið með þetta og frið frá hverju? Með það að vita hver á að gera hvað og til dæmis núna bara nýlega við höfum heyrt talað ADHD eða athyglisbrest og það hefur fjölgað mikið greiningum og mjög mikið meðferð hér jafnvel umfram það sem sést í öðrum löndum og það eru þá ýmsir eða einhverjir sérfræðingar að setja þessar greiningar, hefja meðferð svo eftirfylgdin, hún svolítið á reiki og þá bara að fara að endun í þessi lyf og það ekki verið að sjá einstaklingin og fylgja því eftir hrífur meðferðin, hún nákvæmlega, hún ofmikil, hún of lítil, þarf að skipta lyf, hver á að gera það? Það sérfræðingurinn eða á heilsugæslan að gera þetta? Heilsugæslulæknar voru nú að rétta upp hönd og segja þetta ekki nógu gott, við höfum ekki þessa sérþekkingu. Þetta væri dæmi eitt langvinnan sjúkdóm sem reyndar sést mest hjá yngra fólki en bara alveg dæmi langvinnan sjúkdóm
langvinnt ástand sem hægt að hjálpa með í besta falli þegar allt gengur upp. En eftirfylgdin þarf að vera góð og þessi langvinni sjúkdómar eru þannig að stundum getur verið hjá heilsugæslulæknum, stundum getur verið hjá sérfræðingi út í bæ, stundum þarf að vera á sjúkrahúsinu og bara tökum slitgigt í mjöðum. Þú getur byrjað hjá heimilislækni, kannski þarf að sjá gigtarlækni eða bæklanarlækni, hann kannski staðsettur utan stofnunar. Og svo eru einhverjir sem gera aðgerðir og þær geta verið gerðar reynda núna út í bæ eða á sjúkrahúsi, en það þarf að samhæfa þetta allt saman og líka þá með tilliti til þessara annmarka sem geta komið upp eins og bið. Þú nefndi kvíslisaðgerð, segjum bara liðskipti á mjöðum eða hné. Þetta eru hvað öflugustu aðgerðir sem til eru til að bæta lífsgæði og hjálpa fólki að halda þrótti. Ég meina, það eru fjölmörg dæmi það að fólk eru þurft að taka sterk verkjalyf í langan tíma, sefur varla á nóttinu og það að bíða eftir aðgerðum. Ég ekki það, ég með mjöðum og ég svaf eiginlega ekki vel svona í ára undan og mér fannst það bara að hafa töluver áhrif á mig. Svo getur verið erfitt fyrir fólk að losna við lyfin þegar mjöðmin er... Ég var ekki á lyfjum, en ég fann það að missa svona svefn að vera alltaf vaknandi. Mér vantaði djúpsvefn þannig á þessu tímabili og það hafði alls konar áhrif á mig. Það gerir það bara. Þannig þetta, maður getur sagt þetta bara óyfirstjánlegt, að því ekki að tala þetta er bara útópía. En ég held að það sé ekki útópía að við getum gert betur. Við heyrum óminna vandræðinum á hverjum einasta degi. Fólk þyrpist yfir á bráðamóttökuna og það kemur þetta tímabil og ég kalla það blinda blettin í öldrunarþjónustunni. Fólk kannski þokkalega sett í sambandi við greiningar nema þær þurfa að vera viðstöðlausar. Það á ekki vera þannig að fólk bíði til dæmis með alvarleg geðræn einkenni í hálft ár eftir greiningu eða jafnvel 1 ár. En setjum það til hliðar, svona holt og bolt, þá fær fólk á endanum svona fyrstu greiningu og fyrstu meðferð. En svo þegar kemur yfir á 3. og 4. stigið, þá er kerfið þannig að fólk hefur kannski verið talsvert hjá sérfræðingum, annarkvort á spítalanum eða út í bæ og farið frá einu sérfræðingi til annars og svo kemur þetta stig þar sem að fólk er orðið óferðafært eða illferðafært og þetta fer að verða flóki og það er komin alls konar auka viðfangsefni sem tengjast þessum langvinni sjúkdómum, þá kannski sagt, nú get ég ekkert gert meira og þá upplifa heimilislæknar kannski að þeir þekki ekki einstaklingin þegar að tapa þræðinum að því fólk fór á þetta ferðalag. Sérfræðingar rúnd. Já, og þá endar fólk í heimahjúkrun. Ég er nú að vinna með heimahjúkrun núna með að reyna að valdstyrkja þær í að gera meira og spasla upp í eyður sem við sjáum í varandi sjúkdómsgreiningar og meðferð og fara jafnvel í vitjanir, ég væri í vitjun áðan svona, sem er áhugavert en þarna held ég þurfu líka að koma teymisvinna inn þannig að þegar er komið á þetta stig þá held ég við getum fundið veikasta fólki, það er alveg tæki og tól til þess að finna hver er veikastur. En Pálmi, þú vilt stokka upp heilbrigðiskerfið, hvernig við hugsunum það, hvernig boðleiðinar eru og hvernig hver á að gera þetta? Já, ég held að heilbrigðisráðuneytið og sjúkratryggingar, þær verða að taka forystu. Þau verða að sjá að þetta... En hafa þær getu, þekkingu og innsýn til þess að leggja línunar? Ég held að þeir þurfa að hafa getu til þess að sjá að það sé umbóta þörf og það sé hægt að sækja eitthvað í svona bætt skipulag. Þeir þurfa að skilja það númer 1. Síðan held ég að þurfi jafnvel svona bara menntaða skipulagsfræðinga eða verkfræðinga sem kunna aðferðafræði, svona flokkna aðferðafræði að taka saman sérfræði þekkingu og útfæra svona prógram. Þetta er nú bara eiginlega iðnaði verkfræði. En er ekki búið að finna þetta eitthvað stöður upp í heiminum? Getur ekki bara kópirað þetta? Það er ekki eins og við hvað eru 400.000? Getur við að finna upp bestu leiðina til þess að gera við smíðum okkur ekki bíla, við bara flytjum það inn? Getur við ekki bara flutt þessa lausn eitthvað staðar inn? Þetta ekki finska módelið svo að maður vitni nú í menntamálaumræðina alltaf vera að vonast til þess að við getum bara flutt eitthvað inn. Er þetta ekki tilbúið eitthvað staðar? Nei, það er allir að glíma við þetta. Það eru komnir verkferðar í kringum einstaka sjúkdóma. Það eru til margir bútar og við flytjum allt inn sem við getum. En okkar kerfi, þegar kemur að skipulaginu hér, þá þurfum við að taka
taka afstöðu. Ég meina það eru til önnur kerfi, það eru til kerfi þar sem eru engin sérfræðingar út í bæ, þeir eru bara á spítala og svo eru heilsugæsla, það er heilsugæsla í misþróið í mismyndi löndum. Við þurfum að gera þetta fyrir okkar veruleika, þetta sækjum okkur hugmyndir og allt út allan heim. Það vantar ekki. Það er nátengt bara okkar menning og okkar kultúr og það getur ekki tekið inn bara paint by numbers. Nei. Og það sem ég að segja, það á mjög mikið við höfuðborgarsvæðið sem er stærsti partur þjóðarinnar. En svo þegar þetta væri komið í gott horf, þá er hægt að horfa til landsbyggðarinnar og taka upp fjarlækningar. Það er mjög mikilvægt vegna þess að ef þú talar við fólk út á landi, þá er þetta helsta áhyggjuefni þeim að þeim finnst eins og þessi heilbrigðisþjónustan sé bara að fjara frá þeim. Já, en þegar við erum komin með þetta, þá getum við verið með fjarlækningar og í staðis að vera með göngudeild og sjá fólk á 20 minna fresti, þá ferðu í myndverið og talar við fólk út á landi og sér það í gegnum fjarskipti og fleira. Þetta verður möguleiki og þannig að það sem við myndum finna upp fyrir höfuðborgarsvæði eða fyrir norðan, það getur virkað fyrir landið allt svona upp að mestu leyti. Þannig að ráðuneytið og sjúkratryggingar, þeir þurfa að ákveða og fólk þarf að sjá að þessi þörfa og svo það getur verið bót af því að fara systematist í málinn til þess að leysa þessi viðfangsefni sem er daglega hérna. Ég verði að sakja með því að sjúkratryggingar hafa nú alla afl til þess að vera með eftirlit með samningunum sem það gera. Ég hef líka samið við þá, ég var einu svona formaður S.A.A. og kom í sjúkratryggingar og þurfti að semja við þjónustu sem sjúkratryggingar átti að vera að kaupa af S.A.A. og þá þurfti sérfræðingar S.A.A. fyrst að bara útskýra hvað væri áfengismeðferð fyrir, því það var engin þetta átti að vera að þetta væri kaupandi með þekkingu, en það er náttúrulega ekki þannig. En sömuleyti er þetta svona svolítið leiktjöld sem við erum með. Ég meina ef við færum út í það, þá getum við sagt við erum alltaf lítil þjóð til að vera þjóð. Við þurfum að leysa við þurfum bara að reyna það og það sem ég ætlaði þá að segja, en það þarf þá að taka fagfólkið inn í myndina. Það þýðir ekki heldur fyrir einhverja skrifstof eða skilur einhverja stjórnendur og annað á hæsta level að gera þetta. Þessi sérfræðingar, þess að segja heilsugæslulæknir, sérfræðingur út í bæ og sérfræðingur á sjúkrahúsi í hverri grein fyrir sig og fleiri heilbrigðisstéttir síðan líka þurfa að koma að hverju einustu þjónustu línu og gera það besta sem til og svo getur verið að mótili breytist með tímanum eftir hvernig meðferð breytist og aðstæður breytast, mannafli og fleira en þannig að þess vegna segi ég það líka. Ég held að þetta sé jafnstórt verkefni eins og endurnýjun á þjóðarsjúkrahúsinu hér við Hringbraut og ég meina það vitað allir. Það er ótrúlegur fjöldi af arkitektum og verkfræðingum og tæknifólki sem hefur byggt þetta hús og byggingar iðnaðarmönnum og síðan þegar húsið er tilbúið þá þarf fagfólkið að koma inn og skipuleggja allar lagnir og línur og kerfin inn í húsið og ég meina þetta hefur tekið 10-15 ár, kannski 20 ár frá því að byrja að tala um þetta og þetta kostar heilmikið en þannig að ég held að þetta sé svipa verkefni. Þetta er bara stórt verkefni. Og menn ætti ekki að halda að það væri minna en þetta? Nei, maður á ekki að plata sig með einhverjum svona smálösnum, pínlítið hér, pínlítið þar eitthvað dæmi. Það þarf að taka þetta helst eftir að koma okkur á réttan kjöl og svo þarf að viðhalda því og ég held að sé að búa til viðskiptamódel sem myndi segja það ef við fjárfestum í einhverju svona góðu skipulagi þá munum við fara betur með fé í fyrsta lagi og í öðru lagi bæta lífsgæði og líðan fólksins sem er náttúrulega markmið númer 1. Og þá kem ég kannski að því að þú hefur heitt stjórnmálafólki tala og kannski að vaxandi mæli svona undanfarin, ég veit ekki, kannski 7-8 ár sem að maður heyri tala öldrun þjóðarinnar og svona þjónustu þyngd sem er framundan. Ég dundar mér stundum við að segja býtu já og þá held þetta væri hugmyndum sem er svona gömul að vinnandi hendur þyrfti að vera svona margar til þess að standa undir annars vegar börnum og hins vegar öldruðum þeir sem eru utan vinnumarkaðarins og vegna mikils fjölda innflytjenda hingað þá eru við eiginlega með
við erum eiginlega heilbrigðari með aldurspíramíta, ef maður myndi halda að börnin væru jafn þung og einu aldruðu, að þá erum við eiginlega með betri stöðu heldur en bara 83, sko, þannig að við erum eiginlega með betri stöðu heldur en þegar Evrópa fór að tala þetta, af því að þjóðin hefur yngst svo mikið með fjölda innflytjenda sem að muni náttúrulega eldast síðan. Nema það að innflytjendur hafa síðan sérstök viðfangsefni sem að við þurfum að líka læra að handla. Já, við þurfum að sinna þeim. Já. En, og það er verið að tala um að þetta sé svona vaxandi þungi og oft talað út frá svona peninga hliðinni. Ef að þetta gengi eftir sem að þú ert að segja, að það væri virkari heilsugæsla og heilsuhvatning, sko, bara strax eftir 50, sem að mér skilst að þú setja að leggja til að við leggjum töluvert á því að ýta undir breyttan lífstíl með svipu og gulrót eins og við gerðum með reykingar eða eitthvað, ég veit ekki hvernig það og við mætum fólki fyrr og við séum með skilgreindari ferla og séum betri í því að sinna meinum hinna öldruðu og við sinnum ekki þannig að það geti jafnvel versnað með óþarlega mikilli lyfjatöku og öðru slíku. Ertu að tala um að kerfið þitt sem þú sér fyrir þér, nýr Landspítali í svona kerfum, að það muni spara peninga eða forða okkur frá auknum kostnaði sem að myndi hvolfa yfir okkur ef að við bregðumst ekki við og reynum að stokka kerfið upp með þessum hætti? Já, það var það sem ég var að reyna að segja, sko. Ef maður ímynda sér maður væri í viðskiptum, það væri hægt að búa til viðskiptamódel, reikna út kostnað og ábata, þá til ég að ábatin myndi vega vel upp á móti kostnað. En færir hún ekki bara til, er ekki fólki sem er 84 ára núna, að það verður eftir í þínu kerfi, að þá verður það á lífi, sko, 92 ára með sömu vandamálin og við verðum alveg með sama kostnaðin. Ekki alveg. Þú ert ekki bara að færa þetta til? Sko, fólk fær þá, væntanlega, lengra líf, það er aukaverkun að þessu, en þú ert líka með bætt lífsgæði og það sem við viljum gera er við erum að þjappa veikindunum í restina saman og það er ákveðið markmið og eftir því sem þú verður eldri, það er líka þetta, þegar það kemur á efri árin, þá þarf líka að eiga þá kemur inn ný vitt í þetta sem er siðfræði og samtal við einstaklingin, við þurfum alltaf að eiga samtal, hvað skiptir þig máli? Kannski getum við gert þetta eða kannski þurfum við ekki að gera það hver er þín sjónarmið og svona, eftir því sem fólk er eldra þeim minni kröfur gerir það oft til dæmis hátækni og þess vegna held ég að lífsskráin sem ég myndi vilja sjá komast á lækjarnar og Alma Möller sem landlæknir vildi taka upp aftur, það er lengri saga, ég fer ekki út í hana og nú er hún orðin ráðherra, ég vona að hún komast á lækjarnar þannig við getum búið til eins konar lífskrá þar sem við tilnefnum umboðsmann okkar ef verið mikið veik og getum ekki tjáð okkur, veljum maka eða eitt af börnunum eða vin eða eitthvað, vinkonu. Þannig að þeir þess að vera málsvari ef við missum ráð og rænu í veikindum. En þeimun eldri sem við erum, þeimun minni kröfur gerir fólk og ef við lítum svona bara raunsætt á hlutina eins og þeir gerast, þá er dýrasta árið í lífi hverja mannesku er síðasta árið sem það lifir og dýrustu mánuðirnir eru síðustu 3 mánuðirnir en allt síðasta árið er tiltölulega kostnaðsamt miðað við það sem áður hefur verið. Ef að þetta síðasta ár er á 90 ára pluss, þá er það ódýrara ára öðru jöfnu heldur en ef að 65 ára manneskja á sitt síðasta líf og öll tækning kemur inn með sínum kostnaði líka. Þannig að ég tel að því þú setur þetta upp svona, þá er ég ekki alveg viss um það að þetta minni hlaða upp útgjöldum setna, það getur vel verið og svo er annað mál, við þurfum líka eins og þú að held ég snemma í samtalinu, við getum skilgreint veikasta fólki eða veiku fólki og á hverjum tíma er það bara 10% af fólki sem er hvað veikast af eldra fólkinu og þetta fólk stendur á bakvið 60% af útgjöldunum á hverjum tíma en 6% en 60% af eldra fólki stendur á bakvið 6% af útgjöldum, þannig að ef við getum haldið fólki frísku þá er það minni útgjöld og svo ef við getum líka með því að grípa svona systematist inn í á hverjum tímapunkti og sett líka heimaþjónustuna, við þurfum að það er alveg kapítuli út af fyrir sig, við getum
bætt sólarhringsþjónustu heima fyrir fólk og þannig að fólk geti líka dáið heima ef það vill það. Ég held að það séu alltaf því 70% fólki ef það er spurt sem að myndi gjarna vilja geta dáið heima ef þess væri kostur. Og það er til í því að það sé hægt en það er ekki unnið kerfisbundið að því að finna veikasta fólki og setja eins og ég myndi kalla sagaklass þjónustu í kringum veiksta fólkið og vera með 24 tíma þjónustu af lokuðum hópi sem þekkir þessa veikustu einstaklinga þannig að þegar að versnun verður þá er hringt í einhvern úr því teymi hjúkrunarfræðing sem er með síman og svona lækni getur verið tilkallar sem þekkir til. Þarna það eru sóknarfæri líka í heimaþjónustunni. En annað. Þannig að sjúklingurinn eða aldraði hafi tengsl við þá sem að hafa sinnt viðkomandi í þeim tíma í staðin fyrir að vera alltaf byrjun að reyta annarkvort. Það er náttúrulega verst að fara hérna niður á bráðavaktinni en það átti líka við heilsugæsluna sem að mamma fór á að við vorum alltaf okkur byrjun að reytar. Já, þannig að þú ert í hópi veikustu einstaklingana og það er takmarkaður hópur af fagfólki sem þekkir þig mjög vel sem annast þína þjónustu allan sólarhringinn. Núna er það þannig í heimahjúkrun. Ég held þess vegna þurfi að styrkja heimahjúkrun ekki bara með peningum til þess að gera meira því sama heldur líka með því að gera eitthvað öðruvísi sem er að koma á þessari 24 tíma þjónustu fyrir veikasta fólkið. Núna er það þannig að það eru held ég 4 hjúkrunarfræðingar sjúkraliðar að vinna á nóttunni á höfuðborgarsvæðinu í gagnvart skjólstæðingum heimahjúkrun sem eru á hverjum tíma núna það bil 2500 manns og það eru 4 sjúkraliðar og þeir geta þá helst hjálpa fólki á erfitt með að snúa sér í rúminu en ekki að eitthvað kemur upp og þá er hringt á sjúkrabíli eða læknavæktina í eitthvað sem ekki þekkir til eða þá öryggisþjónustuna og við komum til fer á bráðamóttöku. Sem er þannig að það er öryggissnappur og við ríkt á hann þá kemur svona öryggisþjónusta sem er einhvern veginn skilgreind að þeir bara kalla sjúkrabíli. Það er yfirleitt lausnin á þeim. Þannig það kom mér mjög óvart að líklega til þess að verja sig bara að þá veljaður bara dýrustu þjónustuna. Já, stað þess að ef þetta er þekktur einstaklingur í skilgreindu kerfi, þetta er hann Jón, ég veit hvað er að honum. Finnst það eðlilegt að öryggisnappurinn tengiði við heilbrigðisþjónustuna frekar en öryggisfyrirtæki? Já, nákvæmlega. Þannig að þannig eru líka tækifæri til að breyta þjónustunni og svo þetta form á sem ég myndi, þá er þetta ekki lengur bara heimaögrun, þetta er bara heimaþjónusta og hún innifylgur þá líka teymi, þannig að það eru læknarpartur af þessu, það eru aðrar fagstéttir sömuleiðis á dagvinni tíma og þannig lagað. En svo er annað sem er hægt að gera og það er bráðasjúkrahúsið heima. Ég var nú starfandi á Landspítalanum í 30 ár og er lyflæknir líka, þannig ég bent á það að það er til módel sem er vel reynt erlendis, það er bráðasjúkrahúsið heima. Þannig að ef mér sýnst þú vera þokkalega frískur og ég er það líka, ef við fengjum eitthvað tilfallandi viðfangsefni sem að kallar á sérhæfða sjúkrahúsþjónustu í dag, þá myndum við fara á bráðamóttökuna kannski og vera þar í hálfan sólarhring. En ef og þá væri hugsunin þessi, segjum að það væri blóðtap í fæti sem að ógnaði, segjum lúnablóðrásinni en er ekki samt á hættulegu stigi, þá færðu viðandi meðferð og í staðis að leggjast inn og taka rúm í 57 daga ég og þú, þá getum við farið heim til okkar ef einhver vildi vera með okkur og þá kæmi sérhæfð þjónusta frá sjúkrahúsinu bara í þennan tíma 6, 7, 10 daga svipaðan tíma hefði verið bráðaþjónusta á spítalanum en við erum búin að losa upp rúm fyrir þetta fólk fyrir veikasta fólki til að nýta þessa þjónustu. Þannig að þarna er tækifæri og það sem að rannsóknir sína þessu erlendis, þetta er 40% kostnaði minna. Fólk upplifir þetta sem betri lífsgæði fyrir þá sem að þekkjast þessa þjónustu og það er ekki spítalarsýkingar þarna, þú ert heima hjá þér, þú ert í þínu þekkta umhverfi og þeir sem að fara á annar borð í þessu þjónustu því að fólk getur sagt nei ef það vill ekki eða hefur ekki aðstæði til þess, er enginn heima til að hjálpa og vera á vaktinni með fólkinu. Þannig að þetta er eitthvað sem að mér finnst, þetta getur Landspítalinn gert strax í dag og þetta er jafngilt þó að við fáum endurnýja sjúkrahús við Hringbraut, þetta mun allt og þetta er framtíðin. Það er framtíðin að vinna meira með fólk utan sjúkrahúsa og heima hjá sér þegar ekki vill betur
Ég ætla að því þú nefndir úr því að ég stilti þessu svona þegar ég var að tala peningana. En það var bara því að vitna í stjórnmálamennina og þá hljómar þetta sem svona kostnaðarauki sem að koma. Já. Og ég var ekki að segja sko að þína tillögur yrðu að vera þannig að við myndum græða á þeim, spara á þeim. Nei. Þetta það möguleiki og ég býst við það ef við myndum spurja þjóðina. Við eigum við að verja peningum í því að hafa efri árin okkar cirka svona með svona heilbrigðisþjónustu. Það býst ég við að sko 95% myndu greiða atkvæði með Pálma við viljum hafa það, þó það myndi kosta okkur meira. En svo umræða hefur svo sem ekki farið fram heldur, að það sé svona opin umræða í samfélaginu hvernig heilbrigðisþjónustu viljum við byggja upp, viljum við borga skatta til þess að gera það með að við erum fullfrísk og heilbrigð til þess að við getum lifa lengur í góðum lífsgæðum eins og það líka markmið, þetta ekki bara að tegja hvað við lifum lengur, heldur að séu lífsgæði fjölgu þeim árum. Já, þarna í þessu samhengi þá getur líka bent á það sko, ef við höldum óbreyttum, hvað viðkvæðið í dag? Eldra fólki fjölgar, ergo við þurfum fleiri hjúkrunarrými. Eitt hjúkrunarrými, það kostar kannski 60 milljónir að byggja það, það kostar hátt í 20 milljónir pluss mínus að reka rýmið í 1 ár. Fólk sem fer inn og nota bene það þurfa allmargir að fara inn á endanum og það verður svoleiðis þrátt fyrir allt en sko meðalæfa hjúkrunarheimili. Og líklega er enginn inni á hjúkrunarheimili í dag sem ekki þarf á því að halda. Valla. Já, sko, það helgast því hver þjónustan fyrir utan. Ef við erum með sagaklass þjónustu fyrir veikt fólk í heimahúsi og alls konar úrræði þar, eitthvað sem fólk hefur ekki látið ímynda sér að væri möguleik í dag, þá eru komnir aðri valkostir. Það er einu á hjúkrunarheimili í dag sem væru ekki í kerfi Pálma. Já, það er þannig. En svo eru náttúrulega margir niðri í Borgarspítala sem að væru annarkot heima hjá sér eða þá komnir á hjúkrunarrými sem að þyrfti á því að halda í dag. Ég held til dæmis að þessi 24 tíma þjónusta heima, hún eykur líkurnar á því að fleiri geti dáið heima, þannig að sko líknarþjónustan færist heim, það er ein stoðin. Önnur stoðin er fólk sem þyrfti í dag að fara á hjúkrunarheimili en getur verið heima þangað til að fer á hjúkrunarheimili. Nú fer fólk í óheppilegt ferðalag og verður að svokölluðum biðsjúklingum og færist frá einum stað til annars með ferðartöskuna sína og eina mynd kannski. Mamma var alltaf komin í Borgarnes og hjúkrunarheimili. Já, í stað þess að, ef þú ert með öflugan heimastuðning, þegar það er orðið sýnt og þú þarft kannski að fara á hjúkrunarheimili, þá getur samt veitt öflugan stuðning á meðan fólki lifir heima í stað þess að bíða á sjúkrahúsi eða eitthvað staðar út á landi eftir að loka staðnum. Sko. Svo fólk má ekki vera að því þegar þarna komið sögu að vera alltaf að bíða. Það þarf að lifa og það er að lifa eins vel eins og hægt er. Þannig að það er ekki góð lífsgæði í þessu að vera í biðstöðu hér og þar. Skilur, þannig að við getum undir ofan að þessu líka held ég. Og en sko einfalda hugsunin er þessi öldruðum fjölgar, byggjum fleiri hjúkrunarrými og það er eiginlega, og það er verið að skauta yfir allt þetta tímabil langvinnra sjúkdóma, eftirfylgdar og umbóta og segja, já við bara byggjum 100 rými á ári og þetta eitt hjúkrunarheimili er bara býsna dýrt í rekstri þegar árið kostar 20 milljónir per mann. Og þetta ekki hrifin á svona kíláða stemmingu á stjórnmálamálum? Ekki kíl á þessa lausn, kíl á hina lausnina sem ég er að tala sem er svona hún er dálítið eins og bratti að fara upp en ég held með svona samstiltu verklagi og nálgun þá höfum við þarna margvísleg tækifæri til þess að bæta og það er engin ein lausn fyrir allar. Breytingar sem hafa orðið til batnar í samfélaginu var oft verið reknar af baráttu fólks sem það ráðum að halda. Við erum með kvennarhreyfinguna sem að bætti stöðu kvenna og við erum með alls konar sjúklingahópa og fatlað og fleiri sem hefur bætt sína stöðu. Gallið við þennan hóp er að þeir sem að kannski helst þurfa að heyja baráttuna, þeir eru orðið þreglitlir og sömuleyti búin að missa forræði yfir sínum málum, að það eru börnin sem eru að sinna þeim og eitthvað fleira og svo læknarnir eins og þú sem að hert með einsýnin það er kannski hætt við að við förum ekki í þessar aðgerðir vegna þess að hópurinn sem að myndi njóta þess mest er kannski ekki hópurinn sem mun berjast fyrir þeim og við ættum að vera að berjast fyrir þeim að því við munum eldast
En við horfumst ekki augu við það og höldum að vera meilíðir og reynum að bara gleyma því og ætlum að taka það bara þegar að því kemur. Þegar við komum inn þá göngum við inn í heilbrigðisþjónustu sem bara hentar okkur ekki. Er ekki sniðin að okkur. Já, og sko svo er þetta þannig, ég meina, sá sem eru orðin veikur, hann getur varla sko borið hönd fyrir höfuð sér í þessu, númer 1, númer 2, ættingjarnir sem að hafa kannski sett blinda augað á þetta, þennan möguleika, þeir lendi í þessu eins og holskeplu, svo þegar hún er Ég hef oft sagt að ég hef ekki verið jafn óundirbúin fyrir neitt hlutverk í mínu lífi, heldur en vera uppkomið barn aldraðra foreldra. Það kom mér svo óvart hvað í þessu fólst og ég hugsaði, betur, af hverju sagði mér ekki frá þessu? Já, það er, sko, fólk er ekki að horfa á þetta eins og þetta er og ég, sko, það er talað um það að það sé gott að eldast og það er gott mjög langan tíma og mikið af tímanum. Svo kemur tímabil, það sleppur enginn út úr þessum heimi á þess að gangi í gegnum veikindi nema kannski, í gegnum slys eða skyndidauða sem er nú ekki, sem betur fyrir ekki það algengasta. Hitt er það venjulega. Það er góður, við vitum ekki hvað það verður og hvernig og það allt saman. Þannig að, en þetta er staðreynd í lífinu og þannig að, en við þurfum þá, sem sagt, heilbrigðisþjónustan og félagsþjónustan og þeir sem ráða, þeir þurfa eiginlega sko finna til ábyrgðar og hérna pingjan, fólk fer að verka í pingjuna sem ríkispingjuna þegar að þetta kostar svona mikið og þá getur maður leyft sér að spyrja sig, ég meina, hver er hagkvæmsta leiðin, hvað hámarka lífsgæði, hvað lágmarka kostnað, getur látið þetta fara saman með því að nota hugvit og líta á þessi veikindaferli vegna þess að sko þetta er ekki bara gott eldast og þetta er ekki bara þægilegt og skemmtilegt, það getur orðið þungt og er það gjarnan og ég segi gjarnan, ellin er ekkert lamb að leika við. Ég held að það sé, án þess að ég sé að mála skrattan á vegginn. Nei, reynir bara mikið á fólk og ég held að þetta er eins og geðrænn vandi hjá öldruðu fólki er sko síst minninu öðrum meðal annars út af því hversu mikil áreynsla þetta er fyrir bara þig sem mannesku. Já. Þakka fyrir að nefna hérna geðrænumálin vegna þess að ég segi líka gjarnan að veikasti hlekkurinn í öldrunarþjónustunni er geðheilbrigðisþjónusta eldra fólks. Hún er bara ekki aðgengileg í dag. Og við getum veitt þessum hópi miklu betri slíka. Miklu betri þjónustu og ég hef séð dæmið þess þegar fólk fær viðeigandi meðferð, hvort það sem við þunglindi eða oflæti eða alvarlegri kvíðaröskun, þegar að það gengur vel að meðhöndla það getur fólk blómstrað. Svo er einmannleikinn, það er líka viðfangsefni, það er hægt líka að útbúa samfélög sem að mæta fólki sem eru glíma við einsemd, þannig að og þetta er ekkert síður mikilvægt heldur en líkamlega nálgun á líkamlega sjúkdóma, við þurfum að hafa þetta allt saman. Pálmi, frábært að fá þig til þess að tala mikilvæg mál. Ég ætla að reyna að halda þessari umræðu eitthvað áfram, fá önnur sjónarmið og fæði svo kannski til þess að koma bara aftur þegar ég er búin að kynna mér málið betur. Þú mátt leyfa mér gjarnan að fylgjast með. Þakka þér fyrir. Takkilega. En við höldum áfram við Rauða borðið að skilja samfélagið og heiminn sem við lifum í og kannski okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli er eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman.